Íslenski geitastofninn eða landnámsgeitinn barst hingað til lands frá Noregi fyrir meir en 1100 árum. Stofninn í útrýmingahættu, aðeins tæplega 1000 geitur í landinu í dag, en fæstar hafa þær orðið innan við 100 árið 1960. Geitur voru haldnar til mjólkurframleiðslu víða í sjávarplásum allt fram að seinni heimsstyrjöldinni, en með breyttum búháttum í sveitum og myndun þéttbýlis fækkaði þeim. Á bænum Keldudal í Hegranesi í Skagafirði hafa verið geitur í 10 ár. Þær hafa verið að bera að undanförnu og þó það sé algengt að þær beri 2 kiðlingum afar sjaldgæft að huðnur séu 3 kiða. Það gerðist þó og ekki bara 1 huðna heldur 2. Við fengum að fylgjast með burði og skoða þessar afar skemmtilegu skepnur sem geitur eru. Það bara 10 ár núna sem við fengum fyrstu 4 geitunar frá Meyjalandi hérna á Reykjaströnd. Og hvað kom til? Af hverju? Við vildum bara taka þátt í að halda við þessu stofni. Hann í útrýmingahættu og það voru bara, fóru alveg niður fyrir 100, svo upp í 200 og það eru núna að verða 1000 á öllu landinu. Þannig að þetta er að hafast. Sko. Og hvað eru þið með margar? Það er ykkur 18 hunur og svo hafrar. Hvað eru þið með marga hafra? Það eru 2. Sko ef hafrarnir eru í hununum, þá byrjaður að bera kannski í janúar. Já, sem hefur gerst hérna hjá ykkur. Já, það gerist einmitt núna. Við tókum ekki hafra nógu snemma úr í haust. En kindur myndu kannski ekki byrja að bera fyrir í mars ef hrútarnir væru í þeim. Mars, apríl. Og hvað eru kominir margir kiðlingar? Það nú, ég hef ekki hugmynd það. Nei. Það eitthvað 20. Já. Og ætlar að halda þeim öllum? Nei. Við ætlum bara að halda stofninu svona í svipari stærð áfram. Setjum kannski á 1-2 hunur á ári. Já. Bara til viðhalds. Hvernig skepnur þetta? Lýstu karakterunum fyrir? Þetta er svolítið svona óþekki krakkar. Það reyna að fara svona að finna eitthvað hvað það geta sloppið út úr girðingunni og hvað það geta stolið, hvort það geta borðað tré eitthvað staðar. Það eru svolítið erfiðar svona. Er það kannski einhver ástæða fyrir því að fólk gafst upp á að hafa þið hérna á landinu eða hvað? Það er kannski hluta því, en svo eftir að vera hægt að mjólka, þá var kjötið aðalatrið í landbúnaðarframleiðslunni. Geitamjólk veldur ekki mjólkurofnæmi, hefur hátt próteinmagn og mikið kalkinnihald. Hún er seld fyrir 2-falt hærra verð í Bretlandi en kúamjólkin. En það er fleira gott af geitunum, fiðan er mjög verðmæt, en eins og máltæki segir, þá fer maður ekki í geitarhús eftir ull. Hún er ennþá fínni heldur en ullin og þetta er bara svo kasmír, fínu hárin, eða fiðan. Það skiptist þá í fiðuna og svo stríið eða hári sem liggur síðan ofan á. Og hvað erum við að nota þetta í dag? Þetta er nú eiginlega ekki nota neitt. Það er komin vél fyrir sunnan sem hægt er að nota til þess að taka stríið úr fiðunni til þetta verði alveg fínt band, svona eins og kasmír. Bara leið maður heyrir orðið kasmír, þá sér maður bara þvílíku gæðin og eitthvað sem er dýrt. Jú, þetta er náttúrulega framleitt úti þó að sé engin hefð fyrir svo Íslandi. Þetta er eitthvað sem það bara byggja upp. Þekking sem er bara útdauð hérna, eins og með mjaltirnar, þetta er eitthvað sem allir er búin að gleyma og þarf að fara að rifja þetta upp aftur. Já, erum við ekki bara að fara aftur þangað? Jú, ég geti trúað því. Já. Það eru margir að spá í að prófa. Já, og ef að stofninn er orðin þetta nærri 1000, þá er kannski hægt að byggja á því. Já. En við erum ekki að flytja inn, þetta er landnámsstofninn okkar, er það ekki? Jú, þetta er alltaf bara alveg einagrur á landnámi og orðið mjög skildingarækta því að það voru orðað svo fáar á tímabili. Já. Það er nú greinilega frjósemi hjá þér því að varst ekki að fá 3 kiðlinga úr 1 hunni. Það voru 2 núna 3 kiða. Já. Þetta er ekki gerst áður hjá okkur og er mjög sjaldgæft hjá geitum. En samt, þetta gerist. Og hvað heldur það þurfið til? Þær hafa bara haft það svona gott í haust. Já. Þær voru niður á enginu og það er að fundið ykkur góð strá. Þess aftur 3. Þess aftur 3. Við vissum af því það var búið að sóna þér, þannig að við vorum alveg viðbúin þessu, sem betur fer. Já. Þannig að maður býst kannski ekki við því 3. Nei. Og þá geta það drepist í fæðingu ef maður er kannski ekki viðbúin. Það er eitthvað, kom þessi síðust. Þessi langa þarna. Og eitthvað hefur nú farið í lumannagreið í móðurkviði. Já, hún hefur eitthvað verið út undan. Já. En þau lifa? Já.
En þetta mjög sjaldgæft. Þetta frekar sjaldgæft á geitum. Hvað þetta sjaldgæft til dæmis hér hjá þér? Þetta fyrsta sinn? Já, fyrsta sinn, já. Á þessum 10 árum? Já. Hvað þekkirðu til svona annar staðar? Hvað eru þeir að segja? Ég veit á Háafelli það sem eru flestar geitur, hún hefur verið með geitur í 20 ár og það eru 7 sinnum gerst þar. En það eitt með geitur líka að það er svakaleg goggunaröð hjá þeim. Nú það? Já, það eru þessar sem eru elstar venjulega og efst í virðingastiganum þær lemja hinar alveg. Já, til hlýðinni bara? Já, til hlýðinni sko. Já. Annað sem einkenni geitur að það ekki hægt að smala þeim, heldur þarf að láta þær elta sig. Þetta alveg möguleikar í þessu, fyrir fólk sem nennir að standa í svona nýbreytni og svoleiðis. Já. Við vöknum bara upp úr 6 og strifum sig í fjósið, byrjaði mjólka 6:30. Og síðan bara verið að dunda allan daginn eitthvað og mjöltum yfirleitt lokið svona milli 7 og halv 8. Já, það þarf að ná í egg og það þarf að gefa og breyta. Gefa öllu, já. Það þarf að... Og taka móti, bæði lömbum og kýri og kálfum og... Já. Svo núna byrja jarðræktinn, sá korninu og þá þarf að plæja allt upp og tæta og sá. Hver helstu kostinu við að vera bóndi í Keldudal? Það bara þessi fjölbreytt. Já. Það svona sinn eigin herra þannig séð. Það bara skepnuna sem að stýra manni, ekki eitthvað svona yfirmaður, annar. Sem örugglega mjög þægilegt. Já. En ég sé að þið eru líka með ferðaþjónustu. Já. Við leigjum 2 hús, 3 íbúðir sem við leigjum. Þannig að þið þurfa að skipta rúmum og taka móti gestum. Já. Að þú talaður að dunda sér svona yfir daginn. Þú veist þetta fallegt orð yfir mikla vinnu. Það þarf að þvoa þvottinn og allt þetta. Já. En krakkarnir hjálpa okkur líka í ferðaþjónustunni. Og líka í fjósinu og að gefa og svoleiðis. Já. Svona þegar þau hafa lausa stund. En það engin dagur eins? Nei, aldrei neitt dagur eins.